besties. Hi besties. Mér finnst þess að ég ekki búin að vera hérna gett lengi, en samt var ég hérna bara fyrir tundum. Já, í áskriftinni. Já, í áskriftinni, já. Það ég sérst komin aftur og ég er búin að eignast litlu stelpunum mína. Já, til hamingju. Takk fyrir. Hún kom sérst 9. mars og við erum mjög ánægð með hana. Hún er mjög flott. Hún er mjög flott stelpa. Mjög flott stelpa. En við tókum það bara svona sérstaklega fyrir fæðingarsöguna í áskrift. Af því að það er bara ekki komist fyrir með öðru sem við þurfum að tala um. Einmitt, þetta er bara, þetta er líka sko sjúklega náttúrulega personal og svona emotional þáttur, þannig að hann á heima svona fyrir áskrifta besties. Já, þetta var alveg, þú veist, ég veit að því að þetta er röglega mest emotional þáttur sem við tekið upp. Já, ég held að. Er það ekki? Jú. Já, af 300 næstu þáttum, yfir 300, veit ekki svo hvað hann komin upp í, þá er það alveg met að hann kom núna, sko. Já. En það er líka eitthvað svona við áskriftina með það að maður svona leifir sem vera. Já. Æskilur, veit ekki. Það er svona öðruvísi. Já, það er svona safe zone. Já, það er svona safe zone. Þóttu við elskum ykkur já, mjög mikið. Já, það er líka safe zone hér, en þú veist, hérna getur hver sem er hvaða fjölmiðl sem er komið og akkurat, það er aðeins upp, sko, þannig að maður svona kannski stundum hleypur meira út í áskriftinni. Algjörlega, ég sammála. Þannig að, já, ég er alltaf búin að segja fæðingarsöguna þar fyrir ykkur sem hafið áhuga fyrst gaman að hlusta á þannig sögur, þá er það komið inn í áskrift. Já. Og já, fórlega vel yfir þetta var langt og strangt. En við erum bara komin hingað til þess að bara keep up with Birta Sunnuva. Keep up with us. Já, bara what has been going on. Það er náttúrulega mánuður síðan við tókum upp seinasta þátt, eða þú veist. Já. Við vorum hérna í seinustu viku fyrir ykkur, en sá þáttur var tekin áður en afmælið þitt var. Já. Skilurðu? Síðasti þáttur sem við tókum upp var bara Óskarinn. Óskarinn skrítið. Já, hann er náttúrulega, röðum sér svolítið skringilega til þess að ná Óskarnum, sko. Já. En já, það er einu síðast þáttur sem við tókum upp. Það var 3. mars, við tókum hann upp á afmælið. Já, það var á afmælisdaginn sjálfan. Það var ógeðslega gaman. Já. En já, þannig að þú veist, ég er alveg ekki búin að vera þetta í tæplega mánuð, skilur, þótt ég að vera þarna fyrir 2 dögum að segja fæðingarsöguna, en það er ekki búin að vera þetta og það er ógeðslega skrítið. Já, það er mjög skrítið. En já, þú veist, maður er komin aftur, þetta er líka svo öðruvísið því að mér er allir svona sumir að spyrja bara eitthvað, byrja að vinna og ég myndi aldrei segja að vera með podcast sé ekki að vera að vinna því það er hellu vinna. En þetta er svolítið svona öðruvísið þegar þetta er svolítið svona þitt, þú átt þetta, þú rekur þetta er okkar stúdíó. Og líka bara með bestu vinkoninu og auðvitað að tíma ramma í gegnum það, skilur mikið skilningur og 100%. Það spilar allt inn í og líka bara þetta er, þú veist, bara allir sem að eignast börn, mömmur og pappar og þú veist, bara allir, þú veist, að maður verður alltaf að halda líka svona smá me-time og þessi klukktíma að koma hingað að spjalla, það er minn me-time og það er bara algjörst bara svona, já, það er minn me-time, þannig að ég er mjög þakklátt að geta hoppa strax aftur í það. En hún ásandur að vera mjög mikið með okkur, litla vinkona okkar. Já, hún var með okkur í fæðingarsögunni. Já, hún var með okkur. Já, besta okkar. Þannig að, mér finnst bara ógeðslega gaman að koma aftur. Þótt að þið hafa ekki saknað mín, þá saknaði ég ykkar. Já, ég saknaði þið mjög mikið. Já, ég veit. Við erum búin að vera í eyrunum ykkar, en mér líður samt þess að ég hef ekki talað við ykkur in so long. Það er við erum búin að vera, en við erum samt ekki búin að vera. Já. Og ég er búin að vera einu sinni án þín í áskriftinni. Það var líka, já, einmitt. Þið tóku þáttun eftir Sabrina Carpenter tónleikana. Já, ógeðslega skemmtileg þáttur by the way. Ég veit ég sagði það líka í áskriftinni í fæðingarsögunni, en það var ógeðslega gaman að fá að vera hlustandi í tilboðsins. Hver veit nema þú þurfir að gera þetta eitthvað tímann fyrir mig, þannig ég geti lista. Bara pottet. Það lítur að koma eitthvað tímann að því, sko. En það er ógeðslega gaman að vera hlustandi. Já. Mæli með? Já, bara heppin þið. Já, gríns. Nei, ég hlusta ofta á okkur. Já, ég hlusta á okkur, þú veist, en þá veit ég hvað við erum að fara að segja. Ég gleymi ég strax. Sérstaklega þegar núna, þegar ég er búin að hlusta á þættina. Tilbaka, já. I miss us. Bara hlæjandi yfir okkur. Stundum er ég bara skelli hlæjandi að hlusta á að því ég er að finna þú veist, eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað klippur og þannig. Það er bara skelli hlæjandi yfir okkur og ég sendi á Birtu bara, við erum svo fokkandi að fyndi. Hvað sendum við þetta oft samt? Þetta er bara svona vikulegt sem við erum bara, ha, við hér. Já. Okkur finnst við svo að finna, sko. Já, þú veist. Is that a problem? Is that a crime? Er það? Nei, finnst ekki öllum sjálfum
sér vera fyndin. Nei, ekki öllum finnst það, en það Þá er er það ekki... ekki fyndin. Nei, en það er ekki crime að finnast maður fyndin, skilur. Nei, That's a good thing. Já. Mhm. Við höfum gaman að lífinu og okkur sjálfum. 100%. Það er bara þannig. En ég er ógeðslega þyrst. Já, Þannig að- happiest hydrate. Já, ég er sko þyrst constantly, núna, 24/7. Gott að vera með steinefnin og Ógeðslega gott. binda vatni í líkamanninum. Ángríns. Og að því að maður er, að því að ég er svona ógeðslega þyrst, að því ég er núna með barn á brjósti. Það fylgir því svolítið svona mikil, bara leiður leggir á brjóst, þá er ég bara, oh my god, Gunnar, kottu með vatn. Bara draining. Já, you, ángríns. so vampire. Ég bara, mér líður þannig. Þannig að hérna, FYI, þá sagði ljósmórinn eitthvað svona, hún horfði á brúsum og eitthvað, ertu að drekka mikið af þessu? Ég er að klára svona 3 brúsa, 4 brúsa kannski, af bara stóru starli. Hún myndi að drekka steinefni og sölt með. I do. No worries. Don't you worry about that. Akkurat. Þannig að, já, ég er mjög ánægð að hérna, vera með happy í lífinu. Já. Vera happy í lífinu. Hæ? Við erum ekkert aðeinslega happy. Já, ég ætla að fá mig Út af pína. Það er svo langt síðan. Já, það er endur mjög langt síðan ég líka. Mér langar í pína. En mér langar sem að peach. Ég líka elska gula núna. Bara allt gult. Gulur er my favorite right now. Já, hvað er það? Þannig er náttúrulega the color of the year, sem við tölum í senstu viku. Já, algjörlega. Og hérna, ég veit það ekki, ég held að hann fara okkur líka bara báðum gett vel. Já, ég elska gulan. Ég ætla að fara að kaupa með gulföt núna. Já, við erum dálítið eins, finnst mér, að litapaletta. Ég held að séum þá sama litapaletta, eða þú veist, spring, eitthvað. Já, vor. já. Kannski erum við vor. Kannski erum við vor. Já. Skaman. Skaman. Skaman að þessu. Ég er líka að læra að tala upp á nýtt. Eða bara svona, þú veist. Við erum með mannlega samskipti. Já, eiginlega. Þú veist, ég var eitthvað, Aron var hjá mér um daginn og ég var eitthvað svona, Brynjar strákur hans rakst í og ég eitthvað nei, þetta er svo léleg staðsetning fyrir þetta. Hvað heitir þetta? Hann eitthvað, er það að spyrja um eitthvað skóhotn heitir? Já. Ég er alveg farin hausinn, sko. Þannig að ef ég er eitthvað smá svona slow þá, veit ég það bara? Já. Fyrirgefðu mér. Við gerum það. Takk. Hann alltaf, já. Mikið tráma að búa að vera á hausniðinum, skilur. Já, og svo er ekki fólk alltaf að tala um þess að brjóstaþúku. Einmitt. Það verður að dreina þig, en þú ert að stay happy and hydrated. Mjög happy and hydrated. Já. Og bara ljósmóður approve sem er a good thing. Við elskum þegar læknisfræði mennta fólk approve something. Já. We love that. Sem er ekki við, greinlega. Þannig að já. We approve. We approve. Vá, ég var búin að sakna pína. Nú er ég smá jealous, en pizza er mjög gott. Já, þetta er mjög gott. En oh my god, hvað erum við að fara yfir í þessum þætti? Ángríns, þú veist, where do we start? Já, hvað endur við senast? Já. Það var Óskarinn. Já, það var Óskarinn, Já. en þú óslega skrítið, einhvern veginn, það er svo langt síðan. Það er bokkilangt síðan. Já, það var bara 4. mars. Já. Sem við postuðum því að... sem við postuðum, já. Tókum það upp 3. mars. Já. Og það er bara mánuði síðan á morgun. Það er crazy. En þú veist, já, þannig að það stærsti, þú veist, svona, skrítið að skipa yfir eitthvað, já, þú veist, það sem gerðist næstur ára, já, ég fætti barn, en ég er búin að segja þá sögu, þannig að þú veist, við þurfum ekki að fara yfir söguna. Getum alveg að fara yfir svona smá, þú veist, hvernig er búin að líða og þannig, skilur. Þú fórst á Sabrina Carpenter. Já. Og ert alltaf búin að fara svona smá yfir ferðasöguna allavega. Já, einmitt. Og hérna... En við þurfum bara yfir tímalínuna, skilur, þá eignast þú barn þegar ég er á Sabrina Carpenter. Já, eins og við vorum hrættum þú sagðir einhverjum þætti eitthvað, ég held 10. Já, það var senstætti sem kom út senastu hérna og hún kom 9. Já, hún kom 9. You were so close. Já, so close. Að ég var að vona datt ég náttúrulega, vorum búin að ræða þetta típist hann kom í 9. þegar við erum úti á tónleikunum. Þannig ég var að reyna að manifesta 10. allavega. Já, að vera minnstakosti. Að ég vissi að þetta myndi gerast þegar við værum úti, skilur. Vissir það bara? Það var bara svo típist. Já. Það er bara svo típist. En ég var að reyna að manifesta það ekki út í kosmósin. Ég skil, já. En svo náttúrulega bara auðvitað kom hún á bara, og akkurat ferðu aðstæða þegar við förum út á föstudeginum, skilur, og kemur á tónleikadaginn. En ég var samt svo fegin að hún var komin þegar við fórum á tónleikana. Já, hún kom morgunin. Já. Og við fengum að vita það og eitthvað. Já, einmitt, við veitum líka bara, ok, það er allt í góðu. Já. Þú varst ekki búin að senda í smá tíma. Áður við fórum að sofa hana á laugardeginum. Við vorum bara, 90% ferðin voru við að tala um þig, sko. Bara, það? Það er í lagi með hana, bara. Hæ, ég snullur. Já, og svo fórum við að sofa og ég bara vaknaði
bara klukkan þess 5 eða eitthvað að tjekka á eitthvað símanum og það var ekki erst þannig ok, fyrir eftir svo er bara ok, hann stelpur morgunin bara, hún ekki hún sendið lengi, hún sé komin og þá varst þú greinilega bara í fæðingu, já, bara virkur já, og bara hún kannski að hvíla sig eða þá bara að fæða, ég bara hún að fæða I feel it já, I feel it já, já, alveg rétt og styrla crazy, ég var bara svoandi svona bara cozy þá stú bara já, það eitthvað núna bara akkurat núna bara eitthvað struggling pældi í komið eitthvað krakka og það fucking sköpun á sér það svo magnað að fólk fæði börn sko af hverju þetta svona? Af hverju þetta ekki bara egg? verpu bara ekki börnum geðvitt næs af því það egg inn í okkur getur ekki bara verpt börnum það væri geðvitt næs já það væri svo næs þá ætti þú svona 100 börn ég ætti svona 100 börn ég var bara blub verpja oh my god já en já, jú, það var heimitt gerist þarna sömu helgi og þið eru út á Sabrina sem líka óslega fyndið að akkurat þessi helgi það var, þú veist, tengd og líka út á landi þú veist, það var bara engin einhvern veginn nálagt, mjög fyndið reddaði samt allt, sko en já, bara svona að því mann tengd og hringdi mig, þú veist, eitthvað ég varum að velja eitthvað að fara eitthvað helgi eitthvað út á land með vin og fólki, hvort að fara þessa helgi eða þessa ég veit ekki, bara það er náttúrulega engilega að vita, þú veist en þau voru að horfa á helgi, hún bara þú veist, helgina eftir á, hann kringu 15. við þórum ekki að fara þá, það er svona nálagt settum degi. Það var nær, einmitt. Já, þannig að þú veist, hún aldrei komin þarna 2 vikum, eða þú veist 2 vikum fyrr hún kom bara því að við vorum ekki í bænum, já. Allir nágrannir mínir og tengd og bara, já. Nema bróður Gunna, hann var heima. Já. Það, hann alveg Gísli OG, hann björgaði sig, sko. Hann málega það, hann fór með Embly ballett og hann alveg reddaði sig, sko. Hann var alveg cool, sko. Já, fór með henni bíó og eitthvað alveg, sko, handinni. Svona, þú veist, hann bótt núna eftir þetta bara, já, maður langar ekki til badd strax. Ekki badd, nei, bara kannski smá forvörd. Nei, getnaðverð. Kannski, já. En þetta, já, þetta blessunlega fór allt mjög vel. En það sem vorum líka að gera, bara svona nokkra daga áður en þú ferð út og ég fer að stað, þá vorum við að taka svolítið svona skemmtilega fundi með mjög skemmtilega fólki en við erum til dæmis komna með nýja styrktaraðila 2 nýja. Já, 2 nýja. En við ætlum að byrja að segja bara velkomin Venja. Venja? Já, þú hafðir ekki heyrt Venju. Ég hafði ekki heyrt Venju. Nei. Og ég var alveg að láta Birtu heyra það fyrir að ekki sagt mér frá þessu. Þetta svo fyndið, akkur hefur ekki sagt mér frá þessu, ég bara, í hvað, hvenær átti ég ef að þú heyrir svona geggjaðan hlut það reynda góð þá áttu að segja mér það reynda góð punktur vil ég svo fá þetta, veit ekki neitt þetta og bara allir sem ég þekki bara að nota þetta og hafa heyrt þetta og ég bara, akkur hef ég ekki heyrt þetta konur öllum aldrei og bara, já, út allt en það er svona fleiri eins og þú og það hafa ekki allir heyrt þetta aftur, eins og tengdum að mín sá þetta heima og bara vákvæði sniðugt þetta er það sem ég veit Já, þetta er ógeðslega sniðugt. En við verðum bara að segja ykkur, þú veist, fyrir ykkur sem hafi ekki heyrt Venja, en þá er þetta stofnað af konum fyrir konur, þannig að þetta er akkurat eitthvað sem heima hérna hjá okkur, sko. En þetta eru sem sagt, þú veist, alls konar mismunandi vítamín eða bætiefna pakkar. Og bara að þið farið inn á venja.is, þá getið bæði keypt pakka sem hentar ykkur, stakan eða farið í áskrift. Einmitt, það er ekki alveg sniðugt. Já, það er náttúrulega, þú veist, það er ógeðslega sniðugt að fá þetta bara alltaf sendt heim. Það er líka, þú veist, maður þarf það, sko, af því að þeir vita nákvæmlega hvenær skammturinn er búinn, eða þannig að þetta er bara akkurat mánuður, þannig að ógeðslega sniðugt. Það er svo sniðugt, sko. Og þau eru með, þú veist, fjöldan allan að mismunandi pökkum og þær pössuðu sig bara að búa til pakka sem að, hentar bara hverjum að einum ákveðnum lífsskeiðum. Til dæmis er ég á pakka, þú veist, við erum ekki saman pakkanum núna, ég er á pakka sem heitir Create, sem er, þú veist, fyrir konur sem eru annarkvort þá inn í second trimester, öðrum þriðjung óliftunar og áfram og líka fyrir fyrstu 6 vikurnar eftir að þú sért búin að fæða. Þannig að ég er á þessum pakka og þetta er, þú veist, þarna er þær búin að reikna út fyrir mig, hvað er best fyrir mig, hvað henta mínum líkama, hvað er gott fyrir þetta tímabil sem ég er á og í kjölfarið pakkaði inn í lítinn pakka fyrir hvern dag og þannig ég get bara tekið 1 lítið umslag Getur séð hérna? Já,
Ég get bara tekið 1 lítið umslag. Það að horfa. Sjá, þetta cute. Já, þetta svo cute. Opnar að pakka þig svona? Nei, ok, ætla að segja. Ég gerði ekki, ég vildi ekki skemma það. Já, ég var bara, hvað er það að gera? Smá svona. Bara sýni. Já, ég veit. En já, það hérna þetta að opna svona. Já, það svona, og getur svona dúk. Já, ógeðslega þægilegt. Já, bara svona sjálfsali. Já, eins og sjálfsali, nákvæmlega. Þetta er svo cute, ég líka bara með þetta hliðan á kaffivélinu minni, það er svo sætt. Já, ég bara með þetta, þú veist, í skápnum bara við hliðan á bollanum, þannig hvað skiptir mér að mér á bollan, það er bara, kaffið mitt. Nei, vítamín mín. Svo sniðut, en þú getur líka farið inn á venja.is og fundið hvað pakki hentar ykkur. Já. Og þú gerir bara þetta er svona próf, veldu líski sem hentar á besti þig og ég vel bara 18-40 ára, en það getur líka gert meðgangafæðing, brjóstagjöf, getnaður og frjósemi, breytingaskeið og 40 ára eldri. Og svo velurðu hjá mér kemur barneigna aldur og þá kemur veldu, þá kemur reglulega blæðingar, á getnaðarvörn, vill eitthvað einfalt en áhrifaríkt, óreglulega blæðingar, miklu tíðaverkir og bólgur og ég finn fyrir mikilli fyrirtíða spennu og orkuleysi. Ok. Og ég fæ mjög mikla tíðaverki, þannig að ég á þessum sem heitir Erupt. Þú veist að Erupt? Já. Og hann á að hjálpa við tíðaverki og bólgur, þannig að mér finnst það mjög sniðugt. Ég ætlaði að fara á Essential sem bara svona bara venjulega í pakkin. Já, svona hefbundin. Já, bara ef þú myndir bara segja reglulega blæðingar þá mælt með Essential. Já. Þannig að á okkar aldrei, já. Já, 18-40 ára. Þannig já, það bara ekki að geta skoða þetta svona. Og ég líka finna alveg bara, þú veist, bara hvað mér líður vel að vera að taka vítamín alltaf dag. Veist hvað ég meina? Þú veist, mér líður ógeðslega vel. Mér líður bara vel yfir höfuð, þannig ég veit ekki hvað sé vítamínin eða, þú veist, bara allt í bland, skilur, þú veist, við hugsum bara vel okkur. En núna búin að taka þetta í svona mánuð. Já, þetta alveg liðin svona mánuður, og ég finn alveg bara, þú veist. Ég finn mjög mikið orkumun. Já, orkumun, já. Þú veist, það er náttúrulega bara, þú veist, vítamín sem bara basic vítamín, bara og D-vítamín og B12 og allt þetta og magnesium. Mér líður geðið orkumikilli. Já, og ég til dæmis með, þú veist, ekstra skamt, eða ég svolítið svona meira af járni heldur en þú, en það líka bara því það mælt með því á meðgöngu og eftir meðgöngu og ég finnum mitt, þú veist, ég var ekki svona duglega að taka járn í fyrri meðgöngu, með emblu og misti mikið af blóði í fæðingunum og var miklu þreyttari nú eftir þá fæðingu, þú veist, til dæmis út á blóðmissi og svona, þú veist, þá náttúrulega vantar ennþá meira járn, heldur en núna og ég á badd fyrir núna, skilur þú veist, bara, já, bara ótrúlegt, en ég ógeðslega, mér finnst þetta ógeðslega flott og þetta er bara ógeðslega flott fyrirtæki, við erum ógeðslega stoltar að vera í samstarfi með þeim. Mjög stoltar. Og við erum það stoltar að við settum það gjafaleik. Herðu, geggjaðan gjafaleik. Geðveikan gjafaleik, þannig að við vildum bara byrja samstarfið bara með Trompi og já, leif ykkur að pröfa. Til að taka þátt, gefa ársbyrðir af venja, vítamínum og smekkblandara. Já, bleikan. Svo svona healthy era, já. Blandara, gera shake sinn og kannski bara búa til þína venju, þú veist, búa til þína venju og fá þess þinn shake, þinn boost bara, og vítamín. Ég veit, það maður á að borða með þessu. Já. Muna það. Þannig að við ætlum að búa til venju fyrir þig, þú sem vinnur, eða þið tvær sem vinnar, tvær sem vinna. Two besties. Two besties, fá bleikar smegg blandara sem við erum bæðið við so jealous of. Já. Bara við vorum bara oh my god, eiga þess að kaupa nýja. Já, við vorum alveg þar sko. En já, hendi ykkur í Instagram. Yes sir. En já, þú veist, þannig að það er mikið búið að vera í gangi og fórum við þessu skemmtilega fundi og alls konar svona að preppa, að því þú veist, ég gæti ennþá verið ólétt. Já. Pælið því? Nei. Jú. Þú veist, ég hefði getið verið gangsett í gær, 1. apríl. Það var búið ákveða. Þú gætir það enda að vera í gangsetning. Já. Já, ég skil. Pælið því? Ég er að bíða þess deginum sem þú getur ekki sagt þetta lengur. Ég mun segja það í svona 30 daga viðbótar, því að gangsetning tekur fokki tíma. Já, true. Hann að þú veist, já. Fyrir suma. Já, fyrir suma. Þetta er rosa misjafnt. Þetta er mjög misjafnt. Mjög misjafnar upplifanir. Þetta er það sko. En ok, Sabrina, var eitthvað svona sem þú fannst, þú glemdir að segja frá í áskrift sem að þú væri til í að, hvernig var að sjá hana? Crazy. Það ekki? Jú, það var alveg crazy. Kannstu horft í augun á henni? Ég var ekki alveg það nálægt. Ok. En þú veist, nei, ekki inn í augun á henni, nei, hún sá mér og ekki, sko. Nei, já, ég gerði mig kannski greið fyrir því. Nei. En þú veist, ég er alltaf svona, á hverjum tónleika vil ég sjá augsteinin, en þá er ég nógu nálægt. Já.
Náðu að sjá það að Harry? Já, þegar hann kom alveg fremst. Já. Þegar hún var alveg fremst, þegar hún var inn á, þú veist, þannig að plattformun sem var upp, þá var mjög nálægt. Já, næs. En ég var bara ekki að pæli því. Nei, þetta er bara eitthvað sem ég pæli. Nei, þú veist, alls ekki. Þessu augstinn. Ég var bara svo mikið, því hún er náttúrulega svo mikið, maður veit hvað þú ert að fá, skilur, maður veit af positionu og það sé hvað þannig. Þannig að maður er á fullu bara að reyna að fylgjast með og vissi ekki af neinu, skilur. Hvað position gerði hún? Sko, með minni London Bridge. Bara með 2 gauruna hana? Nei, það var Eiffel-turnin. Það var eitthvað svona, eitthvað bridge, ég manna ég alveg ekki, ég var að hugsa þetta eftir og ég var bara, hvað var það aftur? Já. Að því maður er búin að sjá svo mikið á TikTok líka. Það var bara fuck up your memory, já. Það var bara allt memory sem ég gerist á staðnum, skilur. Já, styrlað. Já, að því maður, ég er búin að, þú veist, fóribæðis myndi bara búin að vera þetta, bara já, allt sjóið. Já, 100%, já. Og ég var bara svona, hvað átvitt var þetta mitt átvitt, skilur? Hvað átvitt var? Hvað litur var? Það var rauður. Nei, kóngablár. Nei, já, það var ekki rauður, já. Rauður var kvöldi áður, já. En við hugsaðum bara einmitt, ok, það var hún í bláu, skilur við. Já, það er alltaf eitthvað svo tengt. UK-fánin. Já, það ekki. Hún var geggjum líka hann í Skotlandi, svo það. Það var svona check, svona skotapils. Nei, það ekki. Vá, cute. Já, mjög flottir. Vá, gaman. Já, hún bara í svo mörgum flottir núna, sko. Og þetta var haldið á náttúrulega O2. Já. Hvernig var, þú veist, aðkomana því maður sé búin sem mjög sjokki bara fljótar að komast inn og Harry var þetta svipað þarna eða já, gæt eiginlega betra sko okay, það var, þú veist, eina sem er náttúrulega að gegja að Harry var úti og það var allt bjart og eitthvað þannig og sem er summer vibes þetta er náttúrulega inni allt stadiumið það? Já, var heitt? Nei, bara orkan í Sabrina Carpenter fans var svo þægileg svo svipað þess að Harry fans skilur, þetta var bara svona energy only engin ítanínum, ekkert við vorum alltaf standandi og þú veist, við sáum alveg fólk á bara mætt kl. 7 morgunin í eitthvað röð og eitthvað og við varum bara eða þú veist, við náttúrulega mætum ekki í röðina við erum ekki alveg þar, skilur við bara alveg til að vera bara frekar aftast en mætum svo inn að opnaði húsi 18:30 heldur fórum inn svona 18:45 það var engin röð, þá var bara búið að hlaupa öllum inn hlaupaðum bara beint inn og það var bara laust eiginlega alveg uppið, skilur, og voru bara svona what the hell, hvað var fólk að bíða fyrir, skilur og svo bara bar þarna fyrir aftan og bara sér klósett fyrir fólki niðri nice. Þannig að það var svona 100 klósett það var ekkert vesinn á klósetti það er svo mikið luxury mástu þið fórum að Harry þú veist, það var bara svona skæriblaða stein hver frá klósetti, eða þú veist, maður þorði ekki á klósetti það bara mist bara það fórum alltaf bara einu í einu við þorðum ekki að fara margar og það var líka, þú veist, fyrir allt fólki, skilur það var bara eitt klósett fyrir alla, skilur þú veist, maður fara alveg upp en þarna var, það var bara mjög þægilegt það var bara, geða cozy bara góða minningar mjög góða minningar það var alveg core memory dæmi upplifun, sko, að sjá hún er með bara svo mikið sjó ekki eins og, þú veist, aðri tónleikar sem er standa bara, skilur þú hún er svo mikið sjó mikið sett og hún er bara the queen. Hún er okkar kona. Þú veist, eins og þegar við höldum live show, þá er eitthvað upp á sviði, það er eitthvað sett, skilur við búum til eitthvað smá svona scenario. Hún gerir það líka. Þú ert bara svona in her bedroom með henni, þú veist. Hún er alveg þannig, sko. Hún er a bit of us. Já, hún er a bit of us. Hún tók inspiration en það frá tilbúinu. Já, báðið. Algjörlega. En talandum, þú veist, góða minningar. Hinn nýi systraðan okkar er engin annar en ballerina keks. Ballerina keks, ég elska ballerina keks. Já, ég elska þetta, þú veist, hvenær ætlaði það að vera búið til, stofnað, því að, þú veist, maður man eftir þessu bara frá því maður var pinglít. Já, hver er, þú veist, manstu eftir eftir mann svona fyrst skipti með ballerina? Man ekki kannski alveg fyrsta skipti, en manstu eftir hana challenge-inu, ballerina challenge-inu. Hvernig var það? Það sem var að setja ballerina keksi á enni á þér. Já, og koma því upp í þig. Manstu eftir þessu? Já. Tókstu það til þessu? Ég veit ekki, þú veist, kannski bara heima, en ég setti það ekki neinstaðar. Ég nefnilega gerði það og ég setti það eitthvað, en ég var að reyna að finna það en daginn, fann það ekki. Man svo vel eftir þessu. Já. Þá voru við svona örugglega 11 ára eða eitthvað. Það var svo sama tíma og maður var að safna kóktöppum. Manstu þið því? Þú varst að safna kók. Er þetta ekki aðeins seinna en það? Er þetta seinna? Já. Ok, við erum kannski yngri með kóktöppuna. Já, það var alveg snemma, já. Ok. En já, þetta var áhugavert challenge. Þetta var frá enni og niður. Heldur þú getur þetta? Nei, ég held ekki. Nei, langar að reyna. Nei, þú reyna.
Ekki núna, ég skal reyna á eftir kannski. Okay. En nei, já, þetta, you unlocked a core memory, sko. Fór einhvern veginn bara allt í að spá í þessum daginn og ég var að hugsa ballerínakeks og ég var bara, var ekki eitthvað challenge? Og ég fór inn á YouTube og ég fann fullt af krökkum að gera þetta bara 12 years ago, skilur. Ég var bara, oh my god, það var svo fyndið að finna eitthvað sem maður þekkir eitthvað. Við verðum meira satt að pröfa að taka þetta. Þú veist, tímann, bara taka TikTok eða eitthvað, við verðum að pröfa þetta. Það eru örugglega margir sem verður bara, já, þetta challenge. Ég man ekki hvernig, ég man hvernig ég gerði þetta. Ég man það núna. Ég gerði þetta með vinkonu minni og því ég var með á mér og hún náði það upp í sig og öfugt. Sniðugt. Já, í staðan fyrir að vera eitthvað reyfa því ég var bara, hvernig fokkana myndi ég náði þessu annars? Einmitt, vá, sniðugt. Ekki? Jú. Það var engin regla þú veist, það mætti ekki taka af öðrum, skilur. Nei. En ég er búin að eiga núna ballerínakeks pakka heima. Alltaf nokkra, þetta ekkert eðlilega gott með kaffibollanum. Þú veist, alltaf eða sæta með, sko. Svo gerðum við keks-challenge með embluminni. Sá það. Já, þetta bara gert það með ballerína. Af því að þú veist, þetta þarf náttúrulega að vera hann í keks, þetta langar sem ekki að gefa það. Já. Skilur við? Ég veit. Og það er það sem ballerínakeks sko. Útskýrðu þetta challenge fyrir þess að veit ekki? Fyrir þess að veit ekki, já, þá er þetta eitthvað svona challenge að sérstaklega bara svona foreldrar sitja með barninu sínu og þeir lyftu upp servitu eða tissue eða eitthvað og undir hjá barninu þau með 2 ballerínakeks og kannski pappin 1 eða mamman 1 og hinn foreldran ekkert og það sem ég gerði á TikTok með Emblu og Gunna þá var ég með ekkert og þá svona þá er svona verið að sjá hvort að barni gefi foreldrunum 1 af sína þau fengur náttúrulega 2 og hinn foreldrar bara 1 og hitt ekkert og og Embla var bara svona æj og ég var svona ég trú ekki ég sé að fara að segja við hana má ég fá þetta, viltu gefa mér en ég gerði það og hún gaf mér og ég mátti borða það en það var ekki hennar hugmynd nei það var svo fyndin vídeo annarkvæmst að krakkinn bara ok, skilur bara whatever, eða bara oh my god bara. Já, bara leið maður bara, wow, ok en ég skil hann alveg, þú veist ég verið frekar til í 2 ballerínakeks heldur en 1 já, það er eiginlega must já. Það er ekki hægt að fá þessu bara 1 nei, þetta er alveg hættulegt keks já, við erum að tala meira það it's dangerous svo var þú búin á Sabrina og komst heim og kíktir á okkur Lillus mjög gaman, alltaf mjög skemmtilegt moment svona að kynna já, það er það og svo svo fórst þú náttúrulega út já stóra ferðin já á mánudegi, já þá var ég búin í aðgerð nummer 2, það ekki? Jú, þú fórst á mánudeginum, já nei, þú fórst kannski í hana ég fór á föstudegi fórst á föstudegi? Þá varstu búin já ég held að þú varst komið með svona medium-merki þegar ég var að tala við það þegar ég var úti já, eins og á 3. deginum já þannig þú fórst út á mánudegi já mánudagsmorgni og fórum við Jóhanna út á vegum Kylie Cosmetics crazy bara moment a moment of silence for this is insane þetta er literally insane nei, þú veist við getum ekki skafað því þetta er störla við erum tepað og elsku þú veist Kardashians, Jenners bara þetta er störla þetta er það já, þetta er það ok, og þú fórst út á mánudegi og var 2 dagar kom heim á miðvikudegi en þú veist, prógramið var strax á mánudeginum já, sko við flugum út þetta morgunflug lendum í hádeginu í London þaðan til Bilbao þannig vorum að lenda þar svona 3-4 ég man það ekki alveg hvar er Bilbao? Svona alveg norðarlega á Spáni alveg efst, er Spánni svona? Kanntu norður og það allt? Við erum norðar sem Ísland skilur norður er upp suður niður, skilur það horfur nött já, ekki hugmynd horfur á Ísland, skilur já, ég veit hvað Ísland er, já ok, hvað mynd já, og þú getur ímyndaðir hvar norður er eða horfur á myndina, eða ekki bara uppi þá já, bara það sem Akureyri er og eitthvað það horfur upp Akureyri og hvar er vestur ekki, ég veit ekki hvort það er hægri eða vinstri þú veist að það er kjálkin, skilur vestferðinir já, þannig að stóri hana já, vestferðir, það er vestur já og svo er austur sem Egilsstaðir eru
suður er við, suðaustur er þá hver að gera þar, það er suðaustur. Kanntu suðaustur og norðvestur og allt þetta líka? Já, og horfið bara Ísland er bara svo lítill kompás. Skilur, bara áttaviti. Já. Þú bara sér fyrir mig bara svona, já, þú veist, hérna norður, suður, austur, vestur og ef það er nálægt suðri og vestri þá er suðvestur, sorry, það er hér á milli og ef það er nálægt skiluru. Já, mér finnst bara magna þú bara, hvar er Bilbao á Spáni? Já, það er hann á norðar. Já, því að ég allavega ímynda mér þannig að þetta er Spán, hann er svona og alltaf þegar þú fer niður á Afríku það er suður. Men þú ert góð í landafræði? Nei. Jú, þú ert alveg góð. Ég er ekki góð, ég myndi segja average, bara basic knowledge. Og ég er hræðileg. Já, þú er hræðileg. Ég er hræðileg. En hérna skilur Alicante og allir þessi Benidorm og allir þessi sunnan skilur mjög heitt og hérna ekki þar. Já, okay. Já. Hún er mjög nálægt Afríku sem er hér, skilur. Já, ég vissi að Tenerife er eiga, sko. Okay. En ég veit að það er partur af Spáni. Já. En það er Afríku heldur en Spáni held ég. Já. Það er þess að allt sem heitar. Nice. Já, og þú veist, hérna er þá Alicante og það, skilur, og hérna er Bilbao, alveg norðarlega. Hvað er Barcelona? Barcelona, ég held að það sé hér. Ég hef aldrei komið á það svona, en ég held að það sé hér og Madrid er henni í miðinni. Þannig að það er austamein. Já. Sko, ég er búin að læra þetta. Já, skilur. Oh my god, þú kendir mér norð, austur, vestur, suður, sko. Já. Þetta er bara, ef þú ímyndaðir bara Ísland sem kompás, þá getur þú einhvern veginn séð það fyrir þér þegar þú horfir á mapp alveg. En þú útskýrir þetta líka bara svo vel að þú segir vestfyrir sem er kjálkin, að það heitir vestfyrir það er vestur. Það segir mér, ok, það er þarna megin. Ég skildi það miklu betur núna. Takk. Ekkert mál. En ok, Bilbao er þarna uppi. Já, það er uppi, þannig að það er svona smá í fjöllunum vibes. Já, nice. En það er samt alveg sjór og okkur hana. Já. Aldrei komið hana, aldrei heyrt þetta. Nei, skemmtilegt að fara þannig stað. Já, mjög flott borg, sko. Já. Ég var alveg til að fara hann aftur og fara í alla búðin, þetta var bara svona skoða og svona. Já, þetta var svona bara skemmtileg evrópsk borg. Maður náði þessum ekki að skoða neitt, skilur. Nei. Ótrúlega flott og öll venjun sem við fórum á voru bara svona, wow, akkur ekki svona Íslandi, skilur. Oh my god, geðveikt. Þetta er bara eitthvað staðar Spáni. En já, styrlað, við fórum hana, lendum og það er bara, við höfum ykkur 2-3 tíma til að græja okkur, 2 tíma held ég, til að græja okkur fyrir fyrsta eventin. Þannig að, og það var eitthvað silfur þema, bara eitthvað, dress code, silver, við varum bara, hvað fokkan því það? Já, því það er erfitt, sko. Bara eitthvað, accessories, eða því það bara glimmer, kjóðlega, hvað því það? Og það þýtti greinilega bara alls konar, en svona 90% af gælunum voru í alveg fancy á þetta, við vorum bara hvað meinum við fancy? Bara gala? Nei, bara svona yktu silfur bara kjólum, skilur og bara gett ykt og það voru þessi danska stelpur hana sem að týndu ferðartöskunum sínum. Nei. Það er alltaf að tjekka og bara sama á hjá okkur, skilur, bara millenda og tjekkarinn og það kom ekki, skilur my god, við þorðum ekki, við fórum með handtóðningu bara út af þessu Thank God. Já, og þær voru svona get basic klæddar og það lappaði ykkur upp á okkur og við bara, did you lose your luggage too? Þegiðu. Og við varum bara, nei. Þegiðu. Þú veist í hvítum kjól og... Já, en þú veist, fólk var bara í silfur, bara demantsáttfiti, skilur. Wow. Og ég ekki svona, no! Og svo svona tíminn setna fattaði ég bara svona, hún var að móðga mig. Já. Já. Ok. Já. Að ég hefði að segja já. Já, yes, I did. I wore this to the airport. Sorry, yes. Shit. Já, svendir, sko. Ok. Ég var bara, do I look that bad? Nei, ég er í sjokki. Þú veist, mér varst þú geðið fín og ég var bara svona, þú veist, ég myndi búin að segja mér, þú veist, að frá þemanu þannig, ég var bara svona, shit, þetta er alveg erfitt þema, þú veist, silfur er alveg erfitt. Já, ég var með silfur tösku og reyndar ekki þessum silfur skónum, ég var demantskóm bara. Já. Ég ætlaði að silfur skóman sem ég kom með þessu voru bara óþægilegin, fólk verið í aðra. Já. En þú veist, en það er bara ekki hlaupa að því að finna silfurlitaðan kjól, skilurðu? Nei. Þú veist, það er bara ekki... En svo líka bara ekki vandraraldi að ég hef mætt og verið bara silfur glimmerkjól og allir bara með silfur tösku eða accessories, skilurðu. Þannig ég vissi bara ekki hvað væpi væri, en frekar vildi ég vera svona cute but underdressed, skilurðu. Já. En ég var eins og hvítum bara svona kjól og svona blazer efni og svo bara hvítri gollu með silfurnöppum. Og það var bara mjög krútt, mér leiði bara mjög vel í því, skilurðu. Já,
Varst ekki bara ánægð? Jú, ég var mjög ánægð. En þetta var bara ókslega fyndið komment, skilur. Hún geðslega taktlust, en ok. En jú, og svo bara, þarna voru bara svona, þetta var bara svona event, bara í geggjuðu svona museum, sem var svona silfursorti svona museumi. Já, ógeðslega flott. Það var svona inn á við því. Það var svona semi eins og flaskan. Já, það er auðvitað ástæðan fyrir að þetta var valið, skilur, var þetta venjur, skilur. Já. En já, þetta var bara svona, þú veist, welcome drink. Þetta átti að stóð dinner, sko, en það var bara svona litli svona tapast rétti, skilur. Þessu egg sem svona lítið, þetta var þannig egg, skilur, en alltaf. Og svo bara eftir það, þú veist, það bara gaman ljósmyndar út allt og þú veist, samt að þetta eitthvað það mikið happening. Nei. Bara fólk að mingla og eitthvað. Og fórum bara svona 9 bara aftur upp á hótel. Og þá vorum við bara okkur með ekkert eðalsongar, þannig að við bara pöntuðum okkur room service og það voru greinilega allir að því á hótelinu af því að við vorum bara eftir 50 mínútur bara vorum alveg að sofna og bara, hvað er maturinn okkar? Hringjum í bara room service, bara hæ, bara tjekka matnum og þá var gælan bara, hver er þetta? Bara, Joanna, I just ordered food. I just ordered food. Ó já, einmitt. Þá fór þetta bara hann að herbyggi. Einmitt. Og þær voru bara að bíða því mat bara, skilur, og það, ég skil ekki hvernig fokkanum getur hringt í hann að herbyggi á allt, skilur. Já, einmitt, nema bara sláin akkurat herbyggisnúmerið. Já, en hún gerði það ekki, skilur. Nei, einmitt. Það var það var bara línuna einhvern veginn tengdist og við vorum bara, what the hell. En svo kom maturinn, hvað fengi okkur? Jú, franskars. Bara franskars. Og tiramisu. Nice. Það var ekkert eitthvað bilastlega mikið úrval á þessu matseli, þetta var svona eina. Og hvað fengu ykkur að drekka? Diet Coke. Fucking Diet Coke. Nei. Það var ekki Diet Coke. Nei. Fengum Coke Zero. Já, er ekki Diet Coke í Spáni? Nei, það er ekki í Evrópu. Það er bara í UK. Það er vandamálið, sko. Evrópa. Það rífa sig gang. Skildi ekki. En Coke Zero var svona mjög gott. Geðslega gott, sko. Já. Needed it. Já, ég er búin að drekka mikið af kóki og þurft að drekka mikið af kóki aftur af læknisráði. Love. Já, þannig að það er líka læknis approved. My doctor told me. Alveg, við vorum alltaf komin á senguli og við bara drekstu nóg af svona, þú veist, kóki. Ég var bara, ekkert mál minn kæra. Not a problem. Og ekki zero koffín. Ég mátti ekki drekka það. Nei. Því ég þurfti koffínið af læknisráði. Varstu bara að drekka sigurkók eða zero? Já. Ógeðslega gott. Já. Þannig að það er búið að vera nóg til að kóki heima á mér. Svo ég er bara mjög ánægð með það. Okay, nice. Hefur pælt í að þetta heitir Coca-Cola? Ég var pælt í skær, spyr Benz út í þetta. Og akkur segir maður Coke með kái? Ég veit það ekki. Þegar þú skrifar eitthvað a Caesar salad and a Coke. Já. Það skrifar ekki með sé. Nei. Coca-Cola er skrifað með sé. En diet eins og Coke er diet Coke. Já, er það kannski bandarist? Skrifa þeir kannski bara Coke. Getur það verið? Nú er ég að hugsa það, sko. Þetta er ógeðslega góð pæling. Þegar við sendum Coca-Cola í okkur. En það stendur kannski bara Coke í Bandaríkjunum. Kannski er þetta svona a Coke er ekki bandarist. Já, gæti verið. Komumst að þessu. Já. Við skulum komast að þessu fyrir ykkur og report. Já, report back. Þannig að það var dagur 1. Það var dagur 1. Já, við vorum sofnaði bara eitthvað svona 11 eða eitthvað. Nice. Ok, nice. Og verðum snemma að því það var að lunch. Klukkan 12, mæting niður í lobby. Hvað gerðu þið til 12? Bara gerum okkur til. Já. Gera content. Já. Og svo vöknum. Svo voru þið í morgumat. Já, morgumatur. Já. Ég elska hótelmorgumat. Þú ert ekki, þú veist, ég tengi ekki fólk sem fer ekki á hótelmorgumat eða er innifallið. Nei, guð, Gunni, sko, hann er bara svona, þú veist, segjum, því fyrir mig Gunni á hótel og segjum að það er morgumatu til svona 12 og ég svona, ég ekki fara niður 11, hann er bara, þetta byrja 7, við förum niður 7. Og það er svona fullgróft. Það er aldrei til 12 samt, það er aldrei til 10. Nei, ég segi svona, þú veist, ég bara segi svona, þá er ég vill fara alltaf svo klukktum án og endara eitthvað, þá bara nú að sætum og bara næs. Hann verður til að vera bara frá því að opnast til að endar. Sammála. Ég veit ekki hvað, og sérstaklega á svona stórum hótelum, þá er bara svona, where do I start? En bara þegar maður fyrir hótel og manneskjan er bara, nei, en ekki morgunmatinn, ég bara... Það er skrítið. The fuck? We paid for it. Já, eða ekki, skilur. En svo I didn't pay for it, af því að fórum fritt út. Já, en í svona flestum tilfellum, eftir úti á hóteli sem þú borgaði fyrir. En það er samt ofta eitthvað included í verðinu og eitthvað. Ég sé það.
Það var partur af verðinu. En það bara það, að fá kaffi og fá bara svona fresh fruits og svona alls konar. Brauð og bara svona, hvernig egg eru hér, skilur. Ég elska að fara í morgunmat á hótelum. Elska. Ég geti stundað það. Ég elska. Getur svona reviewer á morgunmat. Þú verður að fara á Tenahótelum sem ég fór á. Já. Það voru 150 mismunandi egg. Ég elska því að hann omelettu bar. Já, það var þannig. En það var líka bara 150 bara, viltu það svona. Ég var aldrei sér svona æfuminni. Ég væri þar allan daginn, ég skil Gunna á þetta 7:30. Já, hann var alltaf bara hvað það morgunmatur. Elska svona, sko. Já. Elska. Best. Og þessi hóteli, þetta var alveg eitthvað 5-stjörnu hótel. Já, hvernig var morgunmaturinn? Hörðu, þú gast pantaði matseðil líka. Já, sem svo Nóbú. Já. Nice. Það var nice. Já. Og ég var bara, hold on. Já. Wait a second. Eina sem buggaði mig var að það var vélakaffi. Á svona hóteli. Damn. Að því ég sá, sko, það var kaffi, svona espresso vel frammi. Ég sá hana, hún stór. Og ég var bara, ok, ég ætla að biðja kaffi þess að þó ég þurfa að borga fyrir það. Það langar mér þetta kaffi. Og svo spyr ég gæjan og hann var bara, no, it's here. Og ég satt til hliðina og ég eitthvað, I don't want that. Nei, Og ég eitthvað, can I order with you? Hann eitthvað, no, it's just this one. Ég eitthvað, ok. Sé ég hann svo ekki koma með bolla fyrir ykkur aðra svona eldri konu úr hinni vélinni? Já, einhverja konu sem ekki passar þess að ferði það? Ekki svo ég viti, nei. Ég ætla að kannast ekkert við hana. Hann var discriminating against influencers. Ég sver. Hvað var þetta? Rude. Og gett ónulegur mig, sko. Ég var bara, mér langaði ekkert í þetta vélakaffi. Voru allir vondi við því þessar ferð? Nei, bara þessi tveir. Og það var líka bara, já. Það var enginn vondi við mig. Nei, ég er tjóka. En hérna, já, en ég fórum eitthvað mat. Og, já, svo bara GMT, tekur sem tíma. Já, alveg. Að þið þurftum eiginlega að gera GMT fyrir líka kvöldi. Já. Full glam. Og hair. Rollers, everything. It takes time. Og þá var þessi lunch og við fórum í hennar lunch og hérna bara styrla flott með rooftop á okkur öðru hóteli. Geðveikt flott. Og þar vorum við að, þú veist, hittum konuna sem að gerði ylvatnið með Kylie. Gaman. Bara svona, þú veist, the lab creator og hún var að sýna okkur svona alla undirtónana í ylvatninu og já, bara mega cute. Fengum við eitthvað geð fancy dinner eða þú veist, lunch með eitthvað. Bara geð fallegt allt og Já, það var so pretty. Já, það var mjög mikið vibes. Og já, svo gerðum við kerti. Gerðum kerti, okkar eigi kerti. Ég var frekar lélegði. Mitt bara smelled like ass. Fyrst, já, en náða laga. Ok, gott. Því, þú veist, maður heldi í svona gæja og þegar ég var bara, nei, þetta er hræðilegt. Þannig að ég gerði bara nýtt ofan í kertið, snið. En já, svo fórum við bara heim að GMT og það var þetta gala nætt eftir það. Það varst í gulakjólnum. Það var í gulakjólnum. Elskum gulan. Það gula. Já, ég var með 2 gula. Já. Postaði TikToki á meðan ég var ennþá ákveða mig. Ég var samt eiginlega búin að ákveða mig að fara í öðrum kjól, eða þú veist, kjólum sem fór ekki. Og svo voru bara allir á TikTok að segja hinn kjólinni. Ég var bara, ég alveg bara breytum skoðun út á TikTok? And you did. Ég gerði það. Já. Og ég var með ánum það. Af því hann var alveg mjög cute. Hann var ógeðslega cute. En hinn líka ógeðslega cute. En þetta var bara meira moment. Mjög sko, cute, já. Það var, fórum við ykkur rútuferð bara eitthvað lengst upp í fjöllin. Sturla view. Sturla venju. Það var svona alveg svona influencer event sem við sérskiluru frá þessum fræðu influencer úti. Bara svona geðið stórt borð með svona glærum stólum og eitthvað. Það var svona, ég var svona, I feel like a real influencer. Já, þetta var 100% sko. Já, það var bara geggjað næs kvöld bara með ótrúlega næs mat og einhverju kynningu frá teiminn hennar í New York. Þessi maður var alveg bara, hvar er hún? Skilur, er hún að fara að koma? Já, þau voru alveg að pæla í því. Já, voru allir að pæla í því, sko. En ég var samt svona, það var eitthvað gæla sem fór í ferðina til París. Svo svipaða ferð. Svipaða ferð bara í fyrra. Já, bara Cosmic venue. Já, fyrsta, já. Og hún kom ekki þar. En svo var önnur gæla sem fór í LA, hún kom þar, skilur. Þannig að já, bara hún er ekki fyrir að koma til Bilbao og Spáni. Sko, þú veist, maður veit aldrei, en í kjölfara nú vil ég ekki segja nafnarsveitlaus, Jesús, Jesus hef verið dáin, ég held að það var alveg spila inn í að hún var að spá off social media. Hún samt alveg búin að vera að fara á öll, bara Óskarinn og bara, þú veist,
En þegar það gerðist, þá var ég bara, ok, hún mun ekki koma í event, en bara, hún ekki að fara á alla þessa viðburði með Cosmic, þá væri hún bara, á fullu. En það var samt alveg mjög gaman þrátt frá að hún kom ekki, sko. En ég veit ég mun hitta hana einn daginn. Einn daginn mun ég hitta hana. 100%. Þá get ég sagt eitthvað frá því. Já, 100%. Við komin inn í the core hérna. Já, algjörlega. Þetta bara, þetta trappa sem maður bara að fara hægt og rólega upp, sko. Bara slowly but surely. Já. Við erum bara mjög spennt. En já. Og það var bara geggja kvöld. Það var bara ógeðslega gaman, já. Ég er bara ógeðslega þakklátt að vera með Jóu. Þetta var bara draumur að fara 2 saman. Geðveikt. Svo skemmtilegt að bara, vorum bara væpin. Já. Það voru ekki margir svona, það var eiginlega enginn sem var enskumælandi in the first language, skilur. Nei. Þannig að fólk var alltaf mikið að tala sín eigin tungumál. Kannski bara einhver annar frá þeirra landi var með þeim og Það var alltaf þannig, en það var ekkert eitthvað mikið eins og þegar ég fór í Englandferðina, skilur, þá þurfti maður bara að tala ensku. Maður þurfti bara að kynna sig einhverjum. En þarna var maður svona, fólk var bara svona með sínu landi. Hópa sér saman, fara sér saman, já. Það var svona minglaði við nokkra svona bara eldri konur, sko. Já. We love those. Elska þær. Ég elska þær. En nei, svo það var bara ekki kvöld og Jóa fórum við þetta bara með seinstu rútunni. Já, bara, you had a blast. Já. Og sem var ekki nenni svo fórum bara með fyrstu rútunni og svona. Það er magnað. Já, það er crazy. Magnað. Já, bara, ég býð hér að hendur út, sko. Ég 100%. Þú væri ennþá þegar rútunni ekki komið. Ég hútt að það, ok, já. Það var við gæðir sem byrjaði að teikna okkur allt í henni. Ég sá það. Já, var bara, hvað kom hann? Geðið fyndi. Fengu þessu myndir? Já, hann droppað á okkur. Nice. Það er gott. Svo fyndi. Ég var svona bara þegar maður byrjaði að teikna okkur á iPad sem ég var bara, þú ert ekki að fara að ná að gera mig. Ekki á iPad. Bara glimti því. Já. Svo var það bara nokkuð gott. Þetta var mjög gott. Já. Þetta var bara mjög gott, sko. Það var aldrei gott, sko. En já, svo fórum við bara heim eftir það. Fórum að sofa, svona minnandi. Þegar þetta var mættar í pick-up upp á flugvöll kl. 9 morgun. Já. Early. En ég var svona ekki þreyttið að búin á það eitthvað þannig, það var alveg bara frekar næs. Já, þetta hljóma bróks. Já, að því líka fór alltaf snemma að sofa og svona, prógrammin voru snemma og það er kostur, sko. Já, ekki, alveg frekar næs. Sko, líka late event kl. 12. Ekki ofplanað, skilju. Oft svona þegar ég svona einhverjar ferðir, þá er bara svona plan hver eins og klukkutíma og maður bara svona alveg búin á því þarf bara að taka legu eða eitthvað, skilju, bara að fara niður herbyggja. Þegar maður þarf líka tíma til að edita og klippa og posta, skilju. Þannig getur maður ekki að sína það sem maður á að sína, skilju. En þetta er ferð sem veit það. Eða skilju, þetta er planað að fólki sem veit það. Já. Eina sem ég lærði ekki var kannski maturinn fyrsta kvöldið. En svo voru að fara að borga fyrir rúmservice okkar þegar vorum að tjekka grút. Það var bara búið að kofvera það. Geðveikt. Þau fengur og lengur á kvartanir, sko. Já, þetta voru allir á hótelinu sem pöntuði rúmservice, skilju. Einmitt, ekki vera með fingerfood þegar þú ert bara, það er matur. Já, það er bara að segja það. Já, sammála, algjörlega. Annars segja ég bara panta mér eitthvað, skilur. Já, og við erum bara búin að borða eitthvað áður, skilur, en þú mættir. En það var engin tími til þess að borða eitthvað. Nei, já. Þannig að fólk var bara að stela bönunum úr morgunmatnum og eitthvað. Ég var eitthvað að horfa á gælur, það var alltaf að taka bann í eitthvað. Það er að taka bann. Einmitt. Vá. En var ekki gaman? Það var geðveikt. Já, þetta var sturlað. Það var geðveikt. Bara að sjá þetta, það var sturlað. Ylvatnir bara líka 10-10. Já, verða að finna lyktina. Þú ert alveg búin að finna hann á mér. Já, en ég hef ekki svona tekið gott sniff. Nei, það er það gott sniff, sko. Alltaf góð lykta, þannig ég hef kannski aldrei bara svona. Lykta ég alltaf vel, sko. Já, gera það, sko. Þú mútt alveg eiga það. Já, takk. Við samt skipum eitt af stærsta sem gerðist þannig á milli. Bara, hvað er að okkur? Mini-besties. Einmitt. Kom út. Hvernig gáttu við glemt því? Nei, það kom eftir á. Nei, það kom eftir fæðinguna. Það kom eftir London. Það kom eftir London. Já. En bara mjög stilla eftir fæðinguna, sko. Það var bara, og takk fyrir geggja viðtökur. Við erum svo stoltar, við erum búin svo lengi að þróa þannan og þeir sem að komum til live-show, þeir smökkuð hann. Eða svona testa á honum. Já, hann er öðruvísi núna. Hann er með meira súkkulaði og svona aðeins búið að fullkomna hann, sko. Já, en þetta verið bestís bara vor, sumar, haust og vetur. Bestís árið. Þetta verður bestís árið. Mínu bestís er bara eitthvað sem þurfum að eiga alltaf í kælinum af því að það er ekkit eðla næst að grípa í þetta. Það er svo næs. Já.
Þetta my favorite sweet treat á kvöldin, sko. Oh my god, mine too, sko. Og bara emblu alla fjölskyldunni, bara, þetta þú veist, við þurfum bara framlega stærri pakka, sko. 8 isn't enough. Kaupar 2. Já, þú veist, bara eiga marga, sko. Já. Gott að vera með fristinni í geimsli, sko. Auka þar. Alltaf að eiga nóg. Og original með, sko. Já, alltaf. Það þú veist, þetta svona another vibe, sko. Það þú ætlar að fá þig meira en 1 mini, sko. Þú horfa góðan þátt bara, eða góða langa spólu. Góða bíómynd. Ertu kannski inn í White Lotus, sko. Þá þarftu meira en 1 mini bestís. Bara sorry, það bara þannig. White Lotus þannig þáttur. Já, sammála. Þetta svona, þú ert að setjast niður í setu. Já, einmitt, 100%. Þú ert ekki bara svona, ég ætla að fá mér 1 nýs og fara svo. Nei. Þetta seta, sko. Já. En bara takk, við erum svo ánægð með þetta og og eins og segjum, þetta verður bestís árið. Við erum til dæmis að koma í ísbúð. Á morgun með ísrétti. Já. Þið sjáu, þetta fer ekki fram í okkur samfélagsmiðlum, en please fara á smakkið. Það verður geðveikt, sko. Við vorum að smakka þetta í morgun. Já, í morgun, já. Það var geðveikt. Það var mjög, já. You gotta try it. En við verðum líka komin á þú veist, að við vorum að tala um þetta bestís árið, það náttúrulega styttist núna í páskana. Það mjög stytt í páskana. Þannig að vonandi allir búin að tryggja sér páskaeggi frá Blush. Af því að, hver vill ekki unasegg? Ég bara, eða ekki fá okkur egg. Unaðslega páska. Já. Titrandi egg. Rísett inn í því, sko. Og fullt af sælgæti. Já, og rísett. Og hleðslutæki, og sleipuefni, og málsóttur frá Blush. Á undir 10 skalli. Við þurfum að fá það egg. Ég veit. Ég vil fá það egg. Ég vil fá það egg. Hver eru páskanir? Þeir eru 20. apríl. 20. apríl, ok. Er það sunnudagur? Já, held að. Er ekki alltaf sunnudagur? Ámælistagurinn hans Hitlers. Það er alveg smá skrítið að þú nefnir alltaf ámælistaginn. Já, því hann á ámælist. Nei, páskanir er ekki alltaf ámælist. Nei, þeir eru missunir. En í ár, þannig að þetta verða Hitler páskar. Hætti núna, sko. Ég er bylla, en mánudagurinn eftir þennan sundag, þá átti Elisabeth drottning ámæli. Þannig að þetta er bara merkilegi dagar, skilju, það verður að taka það fram. Já. Historical. Þetta eru historical dagar, já. Fyrst að veit ég hvað vestur er, en nú veit ég hvað það veit ég. Ég er grínast í ykkur, en tryggi ykkur unarsækið í alvunni, það er bara so good. So good. Gott að fá svona titrandi egg, sko. Það eru bestu eggin. Ef ég á að segja frá. Herru, já, við spurðum samt við spurðum spurningar. Tebórsbestís, eða við sögðum þeim að spyrja okkur spurningar. Já, ég minn það. Það varum alveg, sko. 10. Má ég nú sjá? Hvað hafið þið að spyrja? Hvað viljið þið vita, kæru vinir? Ég elskar að kemur alltaf eitthvað svona get savage eitthvað. Ég veit það. Sko, það er rosa mikið búið að senda inn með fæðingarsöguna. Það er náttúrulega sér þáttur í áskrift. En það er eins og sér er að fara Sabrina tónleika á 5. Er ykkur tips and tricks? Hún er með VIP miða. Nei, ég var ekki með VIP, þannig ég veit ekki alveg. You tell us, hvernig farið fæstu VIP? Ég hef ekki hugmynd. Ég myndi bara, ég veit það ekki. Ég er alltaf geðvægt óörugg þegar ég er að fara á tónleika. Ertu búin að sjá alltaf Via Gogo drama? Nei. Ég keypti gegnum Via Gogo sem er svona endsölu síða. Það voru allir í Manchester, ekki allir, 300 eitthvað manns í Manchester sem voru bara hafnað bara út af Via Gogo og scam. Og ég var svo hrædd allan tíman þegar það var ekki búið að gera samt þegar ég fór. En ég var eitthvað svo hrædd að þetta væri bara scam í það. Þú ert alltaf hrædd já. Alltaf hrædd það. Og sérstaklega því að það var uppselt á allir tónleikana og að reyna að geta lengi náða þessu allt í henni með. En ég held að ég hef bara verið góð að því ég keypti miðan leiður opniði fyrir 9 tónleikana, þetta er 9 dagsningar. En það voru okkur íslenska stelpur sem lendi í þessu allt. Sko. Ó, vá, hræðilegt. Umulegt. Hrikalegt. En já, tips and tricks, ég bara mæta með góða skapið og þú veist. Er það skóm kannski? Það ekki alltaf. Já, ég var að drepast. Já. Og ég var í svona fishnet sokkabuxum yfir svona sokkabuxur og ég var bara með svona núning undir ristunum, þannig að ég mæli ekki með það fishnet. Nei, það er óþægilegt, sko. En já, verið þægilegum skóm. Og ekki, ég var líka skotin mínu alltaf stóra á mig, sko. Það er líka óþægilegt. Þetta var allt mjög óþægilegt og ég mátaði það ekki áður en ég fór, þannig að það var mjög heimskulegt. Já. Þægileg skór 100%. Og passa sig ykkur að þurfa ekki að pissa.
ef þú ert með VIP með það og þá ertu örugglega í sæti eða eitthvað þannig, þá skiptir ekki máli. Ef þú ert standandi þá máttu ekki vera að pissa, skilju. Já, þá missir ekki plássið, já, akkurat. Þannig að bara hafði ótrúlega gaman, ég geði jealous, ég líka, oh my god, við ferum ekkert hann. Já. Ég eftir að fara, þú þarfst að koma með mér. Ég var bara í London í sumar, hún sko í Hyde Park í London í sumar, mér langar svo að fara út. Vá, gaman. Já. Geðvikt. Vá. Viltu svara eitthvað sem... Já, fyrst, gekk fæðingin vel, já, það fyrst, hún gekk, ég veit ekki, fyrst, hún gekk, ég var gangsett þannig að hún gekk brösulega, þú veist, og alls konar svona fylgikvillar sem komu eftir á, en ég fekk eitthvað sem heitir spínal höfuðverkur, sem kom í kjölfar af mænudegingu, sem var alveg helladæmi, þannig að þú veist, fæðingin, svona í endan gekk allt í lagi, hún tók langan tíma, þau spyrir hversu lengi stóð hún yfir, hún basically stóð yfir frá föstudegi til sunnudags, því ég byrja að missa vatnið á föstudeginum. Crazy. Þetta gekk, já, þetta var langt ferli. Barnið heilsaðist mjög vel eftir, það var annað aðeins með mig. Já. Ég var í smá brasi. Þú varst í brasi bæði líkamlega og andlega? Já. 100%, bara 100% og erfiðast að við þessa fæðingu var andlega parturinn, af því að ég var svo vonsjökin og ég fer alveg vel inn á þetta í fæðingasögu þættinum, en ég var svo vonsjökin út í líkamann og það hellu tilfinning að vera eitthvað svona eitthvað sem þú getur ekki stjórnað. Já, og en samt reiður út í sjálfa þig. Já. Þú veist, það er ógeðslega erfitt, þetta var mjög erfitt andlega, sko. En já, það er sem ég get sagt með það, sko. Hvernig líður ykkur? Hvernig líður þér svona? Ég er bara mjög góð, sko. Já. Mjög góð að sjá þig líka vera mjög góða og öllum bara blessast vel og ég er svo glöð að það, þú veist, það tímabil með þig er svona komið á gott ról, skilur. Já, það er bara búið. Þetta er bara búið, já. Það var erfitt, bara líka að vera vinkona, skilur, bara ekki erfitt. Bara svona, maður var alltaf að hugsa til þín og bara leiðilegt að sjá þig líða illa, það var bara hræðilega erfitt. Já, veist, en bara að sjá þig líða vel, þá líða mjög vel. Já. Takk. Ekki bara að grænja áttur. Nei, það má ekki, sko. Alveg höfum ekki orkuna í það, sko. Nei. Don't open up the waterworks. Já, please don't. En já, mér líður líka ógeðslega vel. Ég er það er bara, mér líður ógeðslega vel og það er einmitt svo gaman að vera bara komin á gott ról og eins og ég segi líka bara í áskriftaþættinum og aftur að segja bara, við meðum þakka fyrir heilsun okkar. Allt það er bara 100%. Algjörlega. Hvenær var ég sett? Ég var sett 18. mars og hún kom 9. Hún kom hana 9 dögum fyrir. Já. Mikið að 9 þarna. Af því að 3+3+3 er 9. Rétt. Sko, frækkar. Það tengdist eitthvað þristinum. Af hverju var Sunneva og Jóa á Kæli? Að þið fengum boð að fagna í lögninni. Það er ástæðan. Geðvikt. Get ekki svara meira af hverju. Nei. Var Birta eiga þess Sunneva tónleikunum. Rétt áður. Já. Rétt slapp. Ég rétt slapp. Er komin nafn á litlu. Það er já, ég ætla að segja já. En við erum að máta það. Ég ætla bara að segja það. Við erum að máta það. Það er ekki ennþá staðfest. Við erum ekki búin að vera eitthvað svona, já, en við erum ekki heldur búin að vera eitthvað, nei, þú veist, við erum eitthvað svona, við erum bara svona, þetta er smá svona, bara mátunadæmi. Það er, já, þetta er svona í mátun. Get sagt það. Hversu erfitt það er. Mér finnst líka bara miklu erfiðara með barn númer 2, einhvern veginn. Ég veit ekki af hverju. Nei. Að þú veist, já, ég veit ekki af hverju. Það er eitthvað. Var Birtu boðið í kosmíkferðina? Sko, ekki svo ég viti. Nei, mér var ekki boðið. En þú veist, en þau þurfa ekki vorkir með því ég er búin að telja sjálfur með trúum. Já, þú veist, að því fór líka ekki svona ferðilega svona, það lítur að vera bara að ég sé ólétt, skilur. Þau hefur bara kíkt á Instagram, séð það eða eitthvað. Hinn kosturinn, eða svona hinn parturinn sem að getur verið að mér var ekki boðið, sem hræði mig gríðarlega, er að hvað að googla Birta og svo Kardashians eða Birta og Jenner eitthvað þannig, nafnið mitt og þetta og sé hvað ég tala mikið þær. Það kannski bara eitthvað, she's a freak. Ég held að sé ekki googla
þá myndir þú finna eitthvað mig líka. Já, en ég hugsaði smá stund, ég bara, ég búin að skemma þetta? Nei. Ég búin að have I ruined my life? Það vissi bara að þú kæmist ekki. Já, það hlýtur að vera það. Já. Það hlýtur að vera það. En hvenær ætla að byrja að skýra? Í maí, skýra í maí. Það var mjög gaman. Væri gaman að vita meira the brand trip hjá Sunnu. Ég held ég fór alveg vel yfir hann núna, ekki? Jú. Ekki? Svo getur sé á TikTok vlogur öllum 3 dögunum. Eventunum, já. Það var 2 dagar. Já, 3 vlogs. Já. Þannig að, já. Borðan hollan mat tips, spurningur ekki. Hæ? Borða hollan mat tips. Úff, gef mér það tips, sko. Ég orðin líka, eins og hún segir, ég svo mikið sweet tooth. Ég allt í henni orðin það líka. Já. Og það alveg smá hræðilegt. Ég alveg bara svona help me God, sko. En það sem ég myndi segja bara alltaf að reyna að borða bara eitthvað mjög próduritt og trefjarikt. Þá maður sattur lengur og blóðsykurinn ekki að spæka. Það sem að gerir mann kreifa, lætur mann kreifa að blóðsykurinn sé spiking. Já. Og passi ykkur samt að stay away from skinny talk. Já, það alveg dangerous. Það rosalegt að inni, sko. En ég allavega get hlegið því, sko. Það gott. En já. Það ekki allir þar, sko. Nei. Skellan sem ég að fá bara svo fyndin. Já. Ég get ekki tekið hana alvarlega. Nei, hún ógeðslega fyndin. Hún bara, you want to eat less, get skinny, go to the kitchen, eat less. Já, bara svona, wake up in the middle of the night hungry, chew on your pillow. Já. Bara, okay. Hún hræðileg. En já, bara klálega borða mat sem að bara hákastbalans. Já. Og líka bara lifa sér smá. Já, það verður að ég verð. Annars þetta bara manneskja sem getur ekki fyrir heilan dag á þess að fá sér eitthvað sweet treat. Who are you? Já, how do you do it, sko? Það ekki séns. Það bara mínu bestu kvöldin hjá mér, sko. Gríns. Every time? Jú. Kylie Cosmetics spurning, var eitthvað boðið af Kylie að fóru þið sjálfar? Fóru þið sjálfar? Kannski ekki gáttu skráð ykkur í þetta, en eitthvað var boðið. Já, boðið af Kylie Cosmetics. Hvernig lykta nýja Kylie Jenner 2.0 ylvatnið? Cosmic 2.0? Sko, þetta með blandaða svona peru, vanillu og sko mjög mörgum svona lyktum, sko, ef þið hafa fundið fyrri ilminn, þá það meira svona fruity. Já, hann mjög svona fruity, já. En þessi svona aðeins meira svona þyngri. Örlítið. Okay. En samt létt, samt sumaleg, skilur. Okay. Svona, en ég myndi lýsinni sem svona aðeins meira svona spice. Okay. Skilur, en samt hún gett fruity og létt, það svona undirtónir svona pear og eitthvað þannig. En hún kryddari? Mér finnst það. Okay. Mér finnst það vera svona, ekki samt hún kryddaðari, en þessi allavega. Hinn meira svona fruity, ég myndi segja day versus evening, skilur. Sniðt notaði þannig, já. Sniðt. Að ég útskýra það. Já. En geti bara fundið lyktina þessu very soon. Ok. Very soon? Ok. Langar þeir í barnsuna? Já, í daginn. Langar ykkur að eignast ykkur eigi hús? Já, í daginn. Nei. Jú, mjög mikið. Það væri geðveikt. Hvernig fékkstu boð á Kylie Cosmetics 2.0? Ég fékk boð í gegnum e-mail sem að eins og nokkur hjálendi heldur að vera scam og eitthvað þannig. Og svo fór ég að fund með heildsölunni handa þér sem að með Kylie á Íslandi. Og þær buðu mér og Jóu. Og við vorum bara, þetta alvöru? There's a real trip coming up. There's a real trip. En ég var búin að vera í samskiptum við þetta agency gegnum þetta e-mail sem ég held að vera scam alveg frekar lengi, því ég var svona, þetta kannski ekta, þetta alvöru, hvað þetta? Ég var mjög forvitin og ég var alveg búin að spyrja bara, má ég taka +1? Og þau bara, nei, því miður. Ég bara, ok, þetta bara hvað að vera human trafficka með eitthvað, skilur við? Já, my God. Og því að, þú veist, það var ekki verið að segja mér að það var búið að bjóða líka vinkonum mínum, skilur. Nei, já. Það myndu ekki segja með það. Einmitt. En ég vissi ekki að Jói hefði verið boðið fyrir en við heyrðum í heildsölunni, ég hefði ekki hugmynd. Já. En heildsölan handa þér og langaði að senda okkur. Þannig að við fórum. Ekki bara geðveikt. Mjög skemmtilegt. Fækst ekki hitta Kylie Jenner í þetta skipti? Nei, ekki þetta skipti. Einn daginn.
Hvað getur maður séð þættina að hlusta? Tilbúið í öllum podcastöpum. Já. Þú veist ekki nema að þú sérst þar. Og inn á YouTube. Já. Það er eftir að svara sér spurningu í þætti. Hvar getur maður hlusta? En já. Hvenær vissi Sunniva að hún væri að fara í Kylie Cosmetics ferð? Ég fekk bóðið ekkert í febrúar. Jú, í febrúar. Það var frekar stuttu fyrirvari. Voru 3 vikur eða? Já. 4 vikur eða eitthvað. Já. Það var alltaf áður en Kylie var búin að annánsa ylvatnið, Cosmic 2. Að ég var bara svona, hvað gæti hún vera, ég held að þetta væri bara með gamla ylvatni, ég eitthvað skrítið að þetta væri viðburður fyrir gamla ylvatni árið seinna. Og svo, svona viku seinna, þá annánsar hún Cosmic 2, þá var ég bara svona, okkur þannig að þetta gæti vera ekta. Já, þannig að þetta e-mail kannski make a sense. Já. Ég skil, já. Og þá byrjaði ég svona að spyrja meira spurningar og eitthvað þannig. Já. En já, ég var svona, kannski mánuði áður sem ég svona vissi af ferðinni en fekk það ekki staðfyrst fyrir en kannski 2 vikur fyrir eða eitthvað. Já. Þá var ég bara í gegnum handa þér. Einmitt. Jú, já. Ég held það. Ég held það líka, ég man það ekki. Svona, hvar kaupið þú Hókar hlaupaskona hérna? Ég keypti mína held ég á Farfetch. Farfetch? Já, ég held það. Eru góðir? Mjög góðir. Byrju. Nei, ég keypti mína út í Hókabúðinni svörtu, en ég keypti hvítu á Farfetch fyrir ára síðan. Ok. En ég keypti með aðra eins nema svarta, af því að hvítir í hlaupi á Íslandi verður ógeð, ég mæli ekki með. Já. Þannig að ég mæli með svörtum hlaupaskóm. Good point. Þetta er hana Bondi 8 skonir. Ok, nice. Þurfti byrst að mæna þegar ég fæði að vildi hún það bara. Ég þurfti. Já, ég þurfti þess, ég fer alveg mikið inn á það líka í sögunni, en ég þurfti þess það ég var bara overkið og þreytt þú getur aldrei sagt eitthvað að þú þarft þess en þú bara metur hvernig þér líður það ekki, það er engin læknir bara tróðin í þig, tekur þú ekki alltaf ákvörðun? Þú tekur alltaf ákvörðun, held ég endilega, já nefnum sért, þú veist, ég veit ekki, ég náttúrulega veit það ekki þetta var sólhringur 2 og mjög lítið sofið, þú veist, ég held ég, já þannig ég segi persónulega þurfti þess, skilur en það var engin læknir sem sagði þú þarft þess Nei, já. En já það ég heldur sem búin að svara öllum allavega nýjustu já þannig við erum búin að fara vel yfir þetta eina sem við eigum eftir að tala samt er hvað er mikið snilldara með bíl í langtímalegu og og við fundum bara að fundum fyrir þig núna nú var fjölskyldan að stækka bæði var nýtt barn og mínu bestís alla fjölskyldur stækku ég þurfti að fá stærri bíl fyrir allan mínu bestísin til að koma honum minni þú er þetta líka 2 barna móðir True. Og barnið þitt stækka mjög hratt hann er reyndar hættur að stækka já, ok, hann stækkaði mjög hratt hann gerði það, þannig að við þurftum báða náttúrulega stærri bíl og það er svo mjög kostu við það að vera langtímalegu, þú veist, ég bara, ég núna með 2 bílstóla í bílnum mínum, þú veist og þurfti bara stærri bíl og stærra skott og allt þetta sem fylgir börnum og þú veist, hversu það þurfa ekki að fara gangi gegnum ferðlega að selja bíl eða finna mér eitthvað þannig hæ, má ég fá stærri bíl, takk hæ, ég ætla að skipta stærri bíl geðvikt svo þægilegt þannig að bara ég mæli með já, golega.is, check it out go check it out en það er margt skemmtilegt framöndan það er svo mikið skemmtilegt í apríl, ég er svo spennt fyrir apríl já, ég líka, þú ert fara út ég er að fara út og það er skemmtileg gestir að fara að koma í tilboðin mjög skemmtilegir áskriftu verður sjúklega skemmtileg embla ammali það er svo mikið að gerast þetta, helling að gerast þannig að bara stay tuned we love you guys besties